Fundur settur í bæjarstjórn Hornafjarðar, 5. 12. nóvember 2020 og þetta 279. fundur bæjarstjórnar. Fundurinn haldinn hér á Teams-forritinu og streymt út í beinni útsendingu. Fundaliðirnir í dag hjá okkur eru 25 og fyrst eru það 5 fundagerðir bæjarráðs Hornafjarðar og síðan almenn mál. En við sem erum hér mætt í dag, það undirrituð Ásgerður Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Íris Heiður Jóhannsdóttir, Páll Róbert Matthíasson, Bryndís Hólmarsdóttir, Sæmundur Helgason, einnig bæjarstjóri Matthildur Ásmundardóttir og starfsmaður fundarins Bryndís Bjarnason og svo búum við svo að vera með tæknimanninn Tjörvar Óskarsson hérna okkur til halds og trausts. Þá hef ég dagskrána og fyrsta mál á dagskrá fjarfundir bæjarstjórnar, nefnda, ráða og stjórna og þar legg ég til að bæjarstjórn samþykki að þeim fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs og nefnda sveitarfélagsins sem þar verði nýttir fjarfundabúnaður sem nauðsyn ber til. Fundagerðir verði staðfestar í gegnum tölvupóst eftir fundina. Ákvörðun þessi gildur afturvirkt frá og með 10. nóvember til og með 10. mars 2021 samkvæmt ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Ég legg þess til að bæjarstjórn Hornafjarðar gefi heimild til þess að nýta þessa heimild sveitarstjórnarráðherra á þessu tímabili. Ykkur sem vill taka til máls þessa tillögun, svo ekki, þá ætla ég að bera tillögun upp til og atkvæðagreiðslan í dag verði þannig að ég beri nafnið ykkar og hver og einn svarar þá þegar hans nafn borið upp. Og það þá já eða nei eða sitt já sem viðkomandi segir. Og fyrstur það Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og ég segi já líka, þannig að þetta samþykkt með 7 atkvæðum. Og ég glemdi kannski að geta þess í upphafi að Íris Heiður Jóhannsdóttir varabæjarfulltrúi situr fundinn í fjarveru Ásgríms Ingólfssonar og gegn ég forseta embættinu í hans fjarveru líka. Þá vindum við okkur í annan lið á dagskrá sem bæjarráð Hornafjarðar 963. Orðið laust þann fund. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir fundarmenn. Það þessi fundagerð og mig langar til að taka máls undir lið 10 sem þar fundagerð stjórnar SAS frá 2. október og þar í öðrum lið talað dagskrá ársþings SAS sem var síðan haldinn í lok október 29. og 30. mars október síðastliðinn og ársfundurinn þessi var mjög óhefðbundinn og fór fram á netinu gegnum Zoom fundarforritið sem svona sambarlegt til þetta sem við erum á funda á í dag. Mjög óhefðbundið allt saman þessi misserinn. En það bar helst í tíðinda á aðalfundinum að kjörið var nýr formaður SAS og við fögnum því að nýkjörið formaður forseti vor Ásgerður Kristín Gylfadóttir og það auðvitað mikill heiður fyrir okkur Hornfirðinga að eiga formann Suðurlands, formann SAS og ég óska Ásgerði til hamingju og velfarnaðar í formannsstarfinu. Mér hefur sýnst að vera verðugt verkefni og forverum Ásgerðar í formannsstól á að samt en ég veit að Ásgerður mun standa sig vel í þessu hlutverki. En Ásgerður tekur við af Evu Björk Harðardóttur sem oddviti í Skaftahreppi og ég færi Evu Björk bestu óski fyrir gott starf. Já, takk fyrir þetta Sæmundur og takk fyrir hamingjuóskirnar. Og orðið laust þessa fundagerð.
Fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég fundargerðina upp undir atkvæði fundarins. Björgvin Óskar Sigurjónsson, Já. Kristján Sigurður Guðnason, Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir, Já. Páll Róbert Matthíasson, Já. Bryndís Hólmarsdóttir, Já. Sæmundur Helgason Já. og ég samþykki þessa fundargerð líka. Og þá förum við í næstu fundargerð bæjarráðs, það er fundargerð númer 964 og orðið er laust þá fundargerð. Matthildur Ásmundardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Mig langar að taka til máls undir málinu jafnlaunavottun en á fund bæjarráðs þennan 964. fund kom Sverrir mannauðs- og gæðastjóri og gerði grein fyrir því að sveitarfélag hefur hlotið jafnlaunavottun og þar með fengi heimild til að nota jafnlaunamerkið. En launagreining sem að fylgdi þessu jafnlaunavottunarferli leiddi í ljós að kynbundinn launamunur mældist einungis 0,9% sem verður að teljast frábær árangur. En jafnlaunamerkið er veitt þeim vinnustöðum sem hafa hlotið faggilda vottun á jafnlaunastaðlinum IST 85/2012. Jafnlaunavottun sveitarfélagsins var án athugasemda og frávikalaus og ferlið gekk allt mjög vel og langar mig bara að nota tækifæri og þakka starfsmönnum fyrir þeirra vinnu og þá sérstaklega dýrmæta reynslu og þekkingu Sverris sem sá nánast eingöngu þetta ferli allt saman. Ég er mjög ánægð að geta staðið fyrir því að við séum komið með þessu vottun loksins. Takk fyrir þetta, Matthildur, og orðið er laust. Ég nota tækifæri hérna og meðan að þið eruð að rétta upp hönd að taka undir orð Matthildar og þetta er mjög ánægjulegt og þakka Sverri fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð. Ef svo er ekki, þá byrja hann undir atkvæði og bara svona, ég upplifi mig svo algjörða prest, þetta ferma, telja upp nöfnin og það segja já. En það er Björgvin Óskar Sigurjónsson, samþykkir þú þessa fundargerð? Já. Kristján Sigurður Guðnason, Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir, Já. Páll Róbert Matthíasson, Já. Bryndís Hólmarsdóttir, Já. Sæmundur Helgason, Já. já, og ég segi líka já. Þannig að fundargerðin er samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá færum við ykkur í 4. lið sem er bæjarráð Hornafjarðar 965 frá 27. október síðastliðnum. Orðið er laust þá fundargerð. Bryndís Hólmarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, hvernig ger ég þetta? Já, þetta er ég er ekki mjútið. Það er hérna, mig langar til að, já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, mig langar til að ræða 9. lið undir þessari fundargerð. Það er þessi skýrsla eða niðurstöður könnunar, ferðavenju könnunar erlenda ferðamenn á Höfn 2019 og 2015. Það er mjög athyglisvert að lesa þessa könnun en hún sýnir stöðu Hornafjarðar að hún sé ekki mjög góð. Við skorum bara mjög lítið miðað við þessa staði sem eru líka teknir fyrir könnunni sem er Borgarnes, Mývatnssveit og Akureyri. Viðmiðin Ferðamálastofu er 75 en við skorum 30. Og þá þýðir það að ferðamennirnir eru ekki endilega að gefa okkur eitthvað plús. Við erum eiginlega að skoða mjög lágt og ég tel að þetta hafi byrjað í könnunni er talað afþreyingarleysi, litla þjónustu og eitthvað svona. Við verðum eiginlega aðeins að taka þetta til okkar og nýta þetta sem sparki raskati, held ég.
En það sem ég vildi ræða, þetta ræða margt í þessu. Þetta ræða margt undir þessari könnun, mjög margt. En það sem ég vildi segja, það með tjaldsvæði. Tjaldsvæði frekar illa út úr þessari könnun. Það er nefnt ansi oft í þessari könnun. Og það vil ég segja það að 2017 var skrifað undir samning rekstur tjaldsvæðis og var það gert með góðum fyrirheitum að þarna yrði uppbygging og bara flott starfsemi og ekki minna en það að sveitarfélagið hætti að greiða með tjaldstæðinu. Því að sveitarfélagið greiddi alltaf með tjaldstæðinu sínum tíma. En eins og við vitum að þá hefur bara ekkert gerst síðan 2017. Ekki nema það sem að sveitarfélagið hefur gert sjálft með því að leggja ekkurastir. Og því, maður langar með að spyrja, sko, er einhver hreyfing á þessum máli varðandi þennan samning? Hvernig gengur til dæmis að innheimta leigu og svoleiðis? Búin. Takk fyrir þetta, Bryndís. Orðið laust. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði að fá að ræða undir, í raun og veru undir lið 4, en fyrirgefið, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Í öllum fundargerðum bæjarráðs þennan mánuðin eðlilega fjallað fjárhagsáætlun og þá miklu vinnu sem unnin af starfsmönnum og bollaleggjar í pólitíku hvernig verja skuli tekjum og hvernig álagning verður varðandi gjöld. Og sem sagt í lið númer 4 þá eru meðal annars talað gjaldskrár fyrir sundlaug, fyrir leikskóla, fyrir fleiri hluti. Og ég vil fá að nefna hér og ég hljóma sennilega bara eins og rispuð plata, en ég óska eftir því að við kynnum gjaldskrár vel og reynum að stíga þau skref að fólk sjái á greiðsluseðli sínum hvað það að borga þegar það greiðir reikningin. Sem dæmi þá borga þeir foreldrar sem eiga barn á leikskóla tæplega 10% af raunkostnaði. Sundferðin kostar í raun milli 4.000 og 5.000 krónur ef fjölda gesta er deilt í kostnað við rekstur sundlaugarinnar. Alveg eins þegar við förum í apótek og borgum fyrir lyf, þá ættum við að geta séð á reikningunum hverju upphæðin sem ég borga á móti því sem að sveitarfélagið þá að leggja til, eins og á lyfseðli að þá geti séð hvað ríkið eða sjúkratryggingar greiða í heild. Mér finnst við þurfa að laga þetta. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Og Matthildur, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að svara fyrirspurn Bryndísar varðandi tjaldsvæðið. Þessi samningar voru gerðir 2017 og þeim fylgdi ákveðin framkvæmdaáætlun sem átti í rauninni að verða lokið sumarið 2017, en það var skrifað undir samninginn sumarið 2017. Þannig að það eru svona ákveðnir þættir sem hafa verið til umræðu síðan, þessi ár sem liðin eru, sem eru að verða 3, eða orðin 3 þar sé. En bara fyrsta spurningin varðaði innheimtu tekna og tekjurnar hafa skilað sér með við samninginn. Þeir eru utan núna fyrir ágúst og september. Við erum ennþá að bíða eftir að fá greitt hluta þeirra tekna, en það er komið upp í það. Það er bara vegna rekstrarstöðu tjaldsvæðisins eða reksturs þess í sumar sem var mun minni heldur en undanfarin ár að sögn rekstraraðila. En það er verið að greiða þessar tekjur reglubundið og við fylgjum því bara eftir að svo verði. Ef það stenst ekki, þá er samningurinn fallinn sjálft sig. Þá vitum við hvernig það endar. Varðandi þessa framkvæmdaþætti þá hafa þeir jafnframt verið til umræðu og nú síðast hjá bæjarráði var verið að fjalla lóð sem rekstraraðilar eru með á sínu borði eða eru með þinglýsta á sig sem hafa verið umdeilt hvort að ég að taka af þeim eða ekki. Og ég er núna í samtali við rekstraraðilann hvernig hann sér fyrir sér framkvæmdir til næstu ára. En það þarf eiginlega að fara að byrja þessu umræðu á grunni. Þess að margt af þeim
framkvæmdaþáttir sem tilgreindir voru í samningnum eru bara ekki valið lengur, eða svo má segja, eða ekki raunhæfir og það óþarfi að standa í leiðendasamskiptum til lengdar og ég held að við þurfum bara að fara að koma okkur upp úr skotgröfunum og fara að horfa fram á veginn og reyna að koma samstarfinu á einhvern betri veg og koma málunum í einhvern almennilegan farveg á tjaldsvæðinu og að hluta til var breytt yfir skipulagi varðandi þjónustumiðstöðina á þann hátt að hann getur byggt við þjónustumiðstöðina við hlið hennar. Áður var verið að vinna að því að byggja ný salernishús austan megin, þar að segja nær Sílavíkinni. En nú áformað að byggja við þjónustuhúsið eða við hlið þjónustuhúsins núverandi nýja klósettarstöð og höfum við væntingar til þess að það muni fara af stað á næsta ári, að minnsta kosti jarðvegsframkvæmdir og grunnur. Svona það er það helsta. Varðandi þessa könnun og hvernig ferðamenn upplifa tjaldsvæði er áhyggjuefni. Ég tek bara undir það og ég tek alveg undir það að við verum að gera okkur í brók og reyna að færa ánægjan upp á hærra stig og skýrslan henni var vísað til atvinnu- og menningarmálanefndar og fær umfjöllun þar og er bara til þess að vinna úr og vinna betur áfram. Takk fyrir þetta, Matthildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð 965 frá 27. október síðastliðnum? En svo ekki, það ber ég hann undir atkvæði. Það er það Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Sæmund, ég heyrði ekki Bryndís en ég held að sýndist að vera að segja já. Sæmundur Helgason. Já. Og ég segi já. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er það fundargerð bæjar á Svartnafjarðar númer 966 frá 3. nóvember síðastliðnum. Orðið laust þá fundargerð. Páll Róbert Matthíasson, gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla að tala í þessari fundargerð bæjarráðs 966. Þar er heilbrigðis- og öldrunarnefnd, fundur númer 62 og það er sem sagt mál 3 og 4 sem ég langar að ræða hérna. Mál 4 er sem sagt rekstrarstaðan á heilsugæslunni eða hjúkrunarheimilinu, eða reksturinn á Skjólgarði skulum við segja sem þetta heitir í dag. Þar er ansi slæm staða komin upp hjá okkur. Eftir 9 mánuði þá er tapið komið yfir 90 milljónir og stefnir í væntanlega á bilinu 115-20 milljónir á þessu ári sem er náttúrulega grafalvarlegt og aðal ástæðan fyrir þessu er þessi yfirfærsla til HSU sem tók gildi núna 1. apríl á þessu ári þar sem að rekstrargrundvöllurinn var algjörlega kippt undan hjá sveitarfélaginu að reka þetta og eftir að hafa nota bene rekið þessa þjónustu í áratugi og þrátt fyrir ítrekuð mótmæli hjá okkur og óskir að fá að halda þessu áfram þá ákvað heilbrigðisráðherra að þetta yrði nú að vera svona og nú erum við að horfa fram á niðurstöðuna á þessu og þetta þýðir það að skattgreiðendur í sveitarfélaginu þurfa að bera þennan kostnað ofan á allt annað sem að bætist við þessi missirinn. Þannig að þetta er gríðarlega alvarleg staða og hitt málið númer 3 í þessari fundargerð það er sem sagt viðræður við Sjúkratryggingar Íslands til þess að leita einhverja leiða til að fá
meiri greiðslur inn á þetta og en það gengur mjög erfiðlega og sjúkratryggingar hafa boðið okkur að taka þetta í einhverja mánuði viðbót á næsta ári til þess að reyna að finna einhvern rekstrargrundvöll á þessu, en þeir geta samt ekki tryggt það að þetta verði rekið á núllinu, þannig að ég held að það sé ekkert annað fyrir okkur að gera heldur en að skila þessu bara til ríkisins eins og við erum reyndar búin að lýsa yfir og hefum sagt upp þessum samningi og það gerist á mánaðamótin janúar, febrúar á næsta ári því að það er ekki hægt að bjóða skattgreiðendum hérna upp á að borga fyrir ríkið þar sem ríkið á að borga. Þannig að við ættum bara að senda reikningin á heilbrigðisráðherra að mínu mati. En það var ekki meira sem ég vildi segja í þessu máli. Takk fyrir þetta, Páll Róbert. Fleiri sem vilja taka til máls? Sigmundur Helgason, gjörðu svo vel. Sigmundur, þú opna fyrir hljóðið. Fyrirgefið þið. Tæknileg erfiðleikar hérna. Forseti, góðir fundarmenn. Já, ég ætla að fá að ræða sama mál og Róbert var að fjalla hérna og tek alveg undir hans orð og áhyggjur af þessum rekstri sem náttúrulega grafalvarlegur. Og það gríðarlega mikilvægt að halda því til haga í hverju þessi taprekstur fólginn, því að við verðum að halda upp mjög sterkri kröfugerð á að fá þetta bætt, því að við erum alls ekki ein í þessari stöðu, eins og við vitum að þá þetta vandi sem mörg hjúkrunarheimili á landinu að glíma við og eru í samningar við ríkið og þetta þarf að við þurfum náttúrulega að halda því vel til haga til þess að ná þessu tilbaka, þannig að þetta verði ekki þessi skellur á skattgreiðendur hér í sveitarfélaginu og ég tek undir það að við höfum bara að láta knéfylgja kviði og skila þessu við fyrsta tækifæri til ríkisins ef það tekst ekki að ná tilbaka til þess að fá jafnvægi rekstur og við verðum að fá skýringar á öllum þeim hlutum sem að valda þessum halla og hafa það alveg á hreinu hver kröfugerðin gagnvart ríkinu og halda því mjög vel til haga því við megum ekki bara láta þetta þegjandi og hljóðalaust falla á skattgreiðendur hér í sveitarfélaginu. Við þurfum að gera sterka kröfu til ríkisins og halda þeim merkjum hátt á lofti. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar, ég tek undir með ykkur báðum, Sæmundur og Páll Róbert. Þetta mjög erfið staða og reksturinn hefur aldrei verið svona þungur og hluta til það vegna yfirfærslu sjúkrarýma til HSU eins og áður hefur komið fram og ég var með ágætis greinargerð það hvernig af hverju reksturinn komin á þennan veg hér á síðasta bæjarstjórnarfundi. Við höfum átt í viðræðum við sjúkratryggingar núna síðasta mánuðinn og þær hafa snúið að því hvernig við getum fengið inn auknar tekjur frá ríkinu til þess að standa undir þessum rekstri. Síðasta tilboð frá ríkinu hljóðaði upp á að fjölga dagdvalarrýmum og fá inn eitt endurhæfingar hvíldarrými sem að myndi skila okkur inn í reksturinn 24 milljónum. Við sjáum það á rekstrarstöðuna það nær ansi skammt upp í þennan hallarekstur sem komin til í dag og ef við myndum ganga til samninga á þennan hátt þá þyrfti að fara fram einhver niðurskurður. Jafnframt hefur verið lagt til að þar sem að stendur yfir þessu úttekt nefndar á vegum heilbrigðisráðherra sem stýrt af Gylfa Magnússyni að þá Sjúkratryggingar Íslands tilbúna til þess að tryggja það að við fáum leiðrétt frá því að samningur framlengdur áramót sýni úttektin fram á einhverja skekkju í meðgjöf ríkisins í reksturinn. Það auðvitað bundið þeirri óvissu að úttektin skili þeirri niðurstöðu. Það hefur jafnframt komið fram í umfjöllun þessa nefnd að
það eigi líka skilgreina hvaða hluti heilbrigðisþjónusta og hvaða hluti rekstur sem sé félagsþjónusta. Og það má alveg lesa þar á milli línanna að menn sjá fyrir sér einhvers konar færslu til sveitarfélagana hvað varðar búsetuúrræði, aldrei borgari sem búa á hjúkrunarheimilum landsins. En síðustu samskipti átti ég við forstjóra Sjúkratrygginga núna í tölvupósti á mánudaginn og þá sneri krafa okkar að því að þau myndu tryggja okkur það fjármagn sem við áður fengum í rekstur sjúkrarýma. Og ég hef ekki fengið viðbrögð síðan. Þannig að ég á nú vona að þetta skýrist á næstu dögum. Það verður að gera það, því að það þarf að fara að undirbúa þá yfirfærslu sem fyrst. Varðandi eitt þá endurkröfu á þennan hallarekstur sem hefur skapast á þessu og síðasta ári, þá nú alls óvíst hvort að við eigum einhverju endurkröfu rétt á ríkið. Við erum að starfa samkvæmt þjónustusamningi við Sjúkratryggingar Íslands og okkur ber þá að reka þetta á því fjármagni sem við fáum til rekstursins. Og eins og þið þekkið þá hefur fallið dómsmál hjá Hæstarétti gagnvart Garðabæ þar sem að þeirra tap var ekki viðurkennt og ríkið var sýknað af þeirra kröfum. Þannig að málflutningur okkar ekkert alltaf sterkur hvað það varðar. En við erum þó að reyna að sækja COVID-peninga upp á rúmar 20 milljónir vegna breytinga á mönnun og aukins rekstrarkostnaðar í tengslu við COVID. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Mathildur. Eru fleiri sem vilja? Já, Björgvin Óskar, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég tek bara undir orð þeirra sem hafa rætt þetta undan mér. Robba og Sæmundi og Möttu. En svona fyrir mér er málið að við verum að reyna fullreyna og hversu langt við komumst með þessar samningaviðræður við Sjúkratryggingar Íslands. Og við séum ekki að naga okkur í handabaki síðar að við höfum ekki fullreynt. En eins og Matta kom inn á þá er þetta svona aðalega spurning orðið þessi sjúkrarými. Hvort að við fáum þau bætt þær tekjur sem við töpuðum við þarna yfirfærslu heilsugæslunnar til HSU. En það sem maður er kannski aðalega hræddur við ef einhver annar aðili kemur og rekur þetta, þá er maður hræddur þjónustustigið að það dettur niður. En að sjálfsögðu erum við ekki að fara að greiða lengur með rekstrinum. Og náttúrulega fyrir ákvörðun að segja upp samningnum gildir náttúrulega þangað til við ákveðum eitthvað annað. En eins og segi, bara tek undir orð þeirra hér á undan. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem að kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð 966 frá 3. nóvember. Ef svo er ekki, þá byrja hana undir atkvæði og það er Björgvin Óskar. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður. Já. Páll Róbert. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Ögmundur Helgason. Já. Og ég segi já, þannig að fundargerðin er samþykkt með 7 atkvæðum. Og þá er næst að dagskrá fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 967 frá 11. nóvember, gjör svo vel orðið laust hana. Hún er frá 10. nóvember, er ekki? Jú, Sæmundur Helgason, gjör svo vel. Takk fyrir, forseti og góðir bæjarfulltrúar. Mér langar að tala fyrsta lið í fundargerðinni sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Þar var eitt fundarliður að farið var yfir stöðu sorpmála og fyrst að langar mig að fagna því að okkur fer fram í flokkun
Endurvinnslu hlutfall úrgangs frá heimilum í sveitarfélaginu Hornafirði núna á þessu ári 45 til 47%, sem sagt árin 2019-2020. Og ég tek undir því sem að umhverfisfulltrúi okkar skrifar í fylgigögnum að íbúar geta verið stoltir af þessum árangri. Og þetta umtalsverð bæting því að ef ég man rétt þá var þetta hlutfall í fyrra 37%. Og auðvitað þetta hvatning til að gera enn betur og væri ekki bara frábært að setja okkur markmið að fara yfir 50% á næsta ári, jafnvel upp í 60%. Og ef við stöndum saman þá getum við það vel, held ég. Það annað mál undir sömu fundargerð, það liður 16. Þessi liður kallast innköllun lóða. En þar var líka þar ræddi umhverfis- og skipulagsnefnd hugmyndir að fjölga lóðum með því að framlengja við hagaleiruna. Og ég fagna þessari umræðu og segi að því miður þá hefði þetta átt að vera umræða fyrir rúmlega 2 árum í stað þess að fara í þéttingu byggðar í innbænum sem við munum fjalla seinna á fundinum. En ef okkur tekst vel til og verður snögg að koma lóðum fyrir á þessu stað við enda hagaleirunar, ég vænti þess að þessar lóðir geta verið meiri sátt við umhverfið sitt en lóðirnar sem voru settar niður í þéttingu byggðar. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Fleiri sem vilja taka til máls? Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar, mig langar að koma inn á mál sem heitir loftslagsyfirlýsing festu og kannski tengist því sem Sæmundur var að ræða áðan varðandi sorpmálin og hvernig okkur að takast til að flokka sorp. Og við stefnum að því að skrifa undir loftslagsyfirlýsingu með festu og öðrum fyrirtækjum hér í sveitarfélaginu náist þáttaka fyrirtæki inn í verkefnið. Og höfum við verið að undirbúa nokkuð skeið en það hægðist aðeins á í vor þegar þessi COVID-faraldur skall á og menn fóru að hugsa eitthvað allt annað á þeim tíma. Nú erum við svona komin tími til þess að fara að vinna sig upp úr því kófi og einblína á það sem að máli skiptir, það umhverfismálin. Og ég held að við getum vel gert það með markvissum hætti og sér í lagi þegar við fáum svolítið stuðning í þessu verkefni og skýrslan sorpmálin sýndi það líka að urðun á sorpi minnkaði nokkuð hressilega núna árinu 2020 samhliða þessum COVID-faraldri og þetta hefur þar áhrif ferðamannastraumurinn að það minna urðað frá þeim gestum eða þegar við erum ekki að fá sama magna gestum hér í sveitarfélagi. Og við sjáum að það tækifæri í atvinnulífinu að ná betri árangri þar. Íbúarnir að gera bara ansi vel, ég að segja, en það tækifæri þarna í atvinnulífinu og ég vona að við náum bara samstöðu og jákvæðni hjá fyrirtækjunum hér á svæðinu í þetta samstarf þegar við förum að stað í febrúar. Takk fyrir þetta, Matthildur. Er fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Páll Róbert Matthíasson, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæta bæjarfulltrúar, það bæjarráð 967 umhverfisnefnd, umhverfis- og skipulagsnefndin. Það mál númer 2. Þar verið að tala deiluskipulag miðsvæðis. Það reyndar engin gögn undir málinu sem maður getur skoðað og þess vegna langar mig að forvitnast hvort að bæjarstjóri geti upplýst það að segja bæjargarðinn okkar. Við héldum í fyrra skoðanakönnun á meðal íbúa og þar sem þeir gátu valið sér útivistarsvæði og þarna svæði sem að mörgum fannst vera besti staðurinn fyrir bæjargarð og þá var ég að tala svæði þarna við sundlaugin og þar og mér langar að vita hvort að í þeim pælingum sem að eru í gangi, hvort að lóðin á Hafnarbraut 38, Shell-lóðinni gamlu
hvort að hún falli inni undir þennan garð líka eða hvort að menn ætla að fara að setja byggingu þarna ofan í bæjargarðinn. Og hitt málið var mál 10 þjóðvegur í þéttbýli. Þar var skipulagsstjóra falið að ræða við Vegagerðina núverandi leið í þéttbýli. Það er að segja tenginguna inn á Hafnarbraut á mótsveg N1 og mér langar bara að lýsa yfir vonbrigðum með það að menn skuli ekki fara í þá vegferð að skoða nýja leið þegar að vera að fara að taka upp aðalskipulag í Öræfum og kannski víðar veglínur að þetta mál skuli ekki vera tekið inn í leiðinni. Mér finnst þetta að vera svolítið skammsýni í þessu því að það er lítið mál að bæta þessu við ef á annar borð að taka upp aðalskipulagið. Það var ekki meira. Takk fyrir þetta, Róbert. Er eitthvað sem vil taka til máls áður en að bæjarstjóri svarar? Nei, Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar, ég verð að viðurkenna það að ég hef ekki sett mig djúpt inn í þessa deiliskipulagsvinnu, en það var þessi fundur meira á umræðustigi að mér skilst, þar sem voru vangaveltur við skipulagsráðgjafana. En þannig ég hef eiginlega ekki svör við þessu hver áformin eru. Og það eru auðvitað nefndarinnar að taka þá ákvörðun og sömuleiðis að svara fyrir þjóðvegi í þéttbýli. Sæmundur, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir fundarmenn. Það vill nú til að ég sit í umhverfis- og skipulagsnefnd og get kannski aðeins komið inn á hvoru tveggja sem Páll, Róbert og Matthildur voru að tala um. Varðandi bæjargarðinn þá í þeim gögnum sem var þessi fulltrúar sem voru að kynna fyrir okkur vinnu sína sýndu þá mátti sjá að húsið við Hafnarbraut 38 heldur sér inni í þeim gögnum sem voru hér í fundinum, þannig að það er alveg góð ábending og þarft að ræða í umræðinni. Það var ekki rætt sérstaklega á fundinum, ég get sagt það, en í tengslu við það mál var einmitt rætt þjóðveg í þéttbýli vegna þess að ef við erum að skipuleggja miðsvæði þá eru allar ábendingar bæði í umferðaröryggisáætlun og mjög margar ábendingar varðandi umferð í kringum skólana okkar á þá leið að við þyrftum að skoða í leiðinni að færa þungaumferðina og í raun og veru kannski umferðina. Það var komið umferðartölur og umferðarþungi í þessum gögnum frá Eflu sem að það þyrfti að færa með því að færa það út fyrir í þjóðvegi í þéttbýli. Það sem að umræðan var og þess vegna er þessi bókun hjá umhverfisnefndinni að nýta bara í samtalinu við Vegagerðina að nýta þessa leið sem er í aðalskipulaginu okkar. Þá þyrfti í raun og veru ekkert og knýja á það að hún yrði gerð því að það er sjónarmiðið sjálfu sér að einmitt þessi þunga umferð við þekkjum það að hún er mest í kringum skólabyrjun og þegar og í hádegisumferð og svo þegar skólarnir enda og er þyngst í kringum gatnamót Víkurbrautar og Hafnarbrautar að ef hægt að taka obbana þeirri umferð sem að kemur úr innbænum eftir þessari leið sem er í aðalskipulaginu að það myndi þá létta og yrði sjálfu sér þó svo að hugmyndirnar sem við höfum áður rætt en ekki sett í verk að færa þjóðveginn ofar og norðar og austar jafnvel með innkomu hjá Ögmundi eða hjá Hvítasunukirkjunni eða hvað það mætti vera að það yrði þá bara áfangi 2 í vegferðinni. Það yrði alltaf þessi tenging þarna sem myndi þvera þarna frá Vesturbraut og yfir og austur fyrir á bökkunum í Sílavíkinni eins og við köllum hana og er nú þegar í
aðalskipulagi og því ekkert úr vegi að bara að áfangaskipta þessu, fara þá leið bara þess vegna biðja Vegagerðin að setja inn á áætlunina sína sem fyrst. Svo umræðan var það að við stefnum á það að fara í að taka upp aðalskipulag sveitarfélagsins í heild. Það hefur verið rætt að gera það strax á næsta kjörtímabili, það eru margir á þeirri skoðun allavega að gera það. Og þá það eðlilegur hlutur að taka framhaldið, þessa tilfærslu á þjóðvegi þéttbýli austur fyrir IB5 reitin sem þarf líka að skipuleggja. IB5 það sem að gamla búð stóð hérna á holtinu, norðan við tjaldstæðið. Það náttúrulega framtíðar byggingarland okkar líka og skipuleggja það þá í einhverju heild áfanga 2 þá við færslu á þjóðvegi þéttbýli og íbúðarsvæðið þar og gera þetta með þá nýju aðalskipulagi sveitarfélagsins. Svo ég endurspegli nú umræðuna og þessa niðurstöðu að knýja bara Vegagerðina að fara í þennan vegsporta sem þarna og í kringum Leirusvæðið og við tjaldstæðið. Takk fyrir þetta Sæmundur og Róbert. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Já, ég skil alveg þessi rök að það getur verið gott að grípa í þessa leið núna af því að við viljum tryggja umferðaröryggi frá hjá skólanum og það búið að ræða það svo sem í mörg ár. En ég veit ekki til þess að það hafi verið rætt við Vegagerðina þetta og þetta ekki held ég á samgönguáætlun. Og þá spurningin, ætla menn að vinda sér í þá vinnu eða bíða eftir að Vegagerðin fer að gera eitthvað. En ég tel að það hefði alveg mátt fara í skipulagsvinnu, þannig að þetta ekkert komið til framkvæmda alveg strax, við vitum hvernig það gengur fyrir sig hjá ríkinu. Þannig að menn hefði alveg getað byrjað á þessari skipulagsvinnu ef að vilja hefði verið fyrir því, en ég heyri það að menn alltaf veið á þessa leið og þá eins gott að menn girði sig í brók og fari að sækja um. Já, það mætti halda að fólk væri eitthvað illa girt þennan fund. Það aftur og aftur sem að vísa til þess að fólk vil fara að hysja upp sig. En við erum öll mjög snyrtilega held ég á þessum fundi allavega. Afsakið bulliði mér en Matthildur, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti og bæjarfulltrúar. Maður sér bara það sem ofan beltis á Teams. En aðeins til að bregðast við þessi spurninga Páls Róberts varðandi samskipti við Vegagerðina, þá hefur þetta verið viðrað, þar sé að færsla á þjóðvegi þéttbýli og það þarf í rauninni bara að senda þeim erindi og óska eftir því að þetta verði sett á áætlun að færa veginn og ég sé fyrir mér að það bara næsta skref ef að umhverfis skipulagsnefnd á því að fara þessa leið, allavega þennan áfanga. Þá það næsta skref að senda beiðni að hefja eða setja þennan veg á áætlun, þannig að þetta getur orðið raungerst sem fyrst. Takk fyrir þetta, Matthildur. Og orðið enn laust fundargerð 967. Enginn sem kveður þessu ljós, þá legg ég þessa fundargerð undir atkvæði fundarins. Það er Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og ég segi já, þannig að fundargerðin samþykkt með 7 atkvæðum. Þá erum við komin í 7. lið, það er bæjarstjórn Hornafjarðar. Það er fundargerð lögð fram til kynningar. Það er eitthvað sem vil ljósa upp hana? Nei. Þá erum við komin í almenn mál og það liður 8 er álagningarreglur fyrir 2021 og það er bæjarstjóri Matthildur Ásmundardóttir sem að kynnir álagningarreglur. Já, forseti og bæjarfulltrúar.
Álagningarreglurnar hafa verið til umfjöllunar hjá bæjarráði núna undanfarin mánuðin og við höfum farið í ýmsa greiningarvinnu samhliða og jafnframt var send áskorun frá sveitarstjórnarráðuneytunum að stilla öllum hækkunum í hóf, sér í lagi hækkun á fasteignaskatti og við jafnvel hvött til lækkunar og sama skapi gildir að stilla þessum hækkunum í hóf í tengslum við þá lífskjarasamninga sem var skrifað undir við stéttarfélög í landinu. Það eru því kynntar hér álagningarreglur þar sem gert ráð fyrir lækkun á fasteignaskattsprósentu í A- og C-flokki, það er fyrir íbúðarhús og atvinnuhúsnæði, en fasteignamat hækkaði á árinu 7,3% og dreifist svo hækkun nokkuð misjafnlega eftir tegund húsnæðis. Mesta hækkunin var á einbýlishúsum og minni hækkun á íbúðum í fjölbýli, en hækkun á atvinnuhúsnæði var 1%. Og þessi lækkun sem kynnt hér, að álagningarprósenta í A-flokki verði 0,41 og í C-flokki 1,49, hefur í för með sér 22 milljón króna lækkun fasteignaskattstekna til sveitarfélagsins ef miðað við óbreytta álagningarprósentu og hækkun á fasteignamati. Einnig lagt hér til að hækka sorphirðugjöld 20% eða 4.399 krónur á heimili á ári og sorphirðunargjöld 15% eða 2.074 krónur á ári á hvert heimili. Og verða þá sorpgjöldin samtals 42.294 krónur á heimili. En sorpmálin eru búin að vera til skoðunar, sá málaflokkur á að vera rekinn án halla samkvæmt lögum, svo er ekki raunin hér hjá sveitarfélaginu og er því unnið að því að leita leiða til þess að reksturinn verði hagkvæmari. Hækkun gjaldskrár er ein leið til þess. En einnig erum við með málaflokkin í endurskoðun með það að markmið að draga úr sorpmyndun og eru möguleikar til að breyta hugsun þegar kemur að sorpmálum, svo sem tæknivæða losun, þannig að skynjar er settur á hverja tunnu sem segir til hvenær þarf að losa. Þá myndu íbúar til dæmis greiða bara samkvæmt losunartíðni. Það er bara alls konar hægt í þessum málaflokki. En eins og staðan í dag erum við ekki komin þangað, þannig að við leggjum hér til hækkun á sorphirðugjöldunum og urðunargjöldunum. Ekki eru lagðar til breytingar á lóðarleigu, vatns- og holræsagjöldum og ég legg því til að bæjarstjórn samþykki ofangreindar breytingar. Takk fyrir. Já, orðið er laust álagningarreglur 2021. Einhver sem kveður sér hljóðs þær. Þeir sem samþykkja álagningarreglurnar og getum tekið þær aftur upp í síðari umræðu ef þarf, en þessi samþykkja álagningarreglurnar eins og þær liggja fyrir hér. Hér er einhver aðeins að fikta hérna í. Já, enginn sem kveður sér hljóðs, það er þeir sem samþykkja álagningarreglurnar. Það er Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiði Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og ég samþykki, segi já, samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í 9. lið sem er fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og það er bæjarstjóri Matthildur Ásmundardóttir sem að fylgi þeim úr hlaði. Forseti Febrúar, ég ætla að fá að deila með ykkur hérna smá glærusýningu. Smá hérna finna gögnin mín. Í dag leggjum við fram fjárhagsáætlun ársins 2021 og einnig 3 ára áætlun 2022 til 2024. En fjárhagsáætlun hefur verið meiri áskorun nú en oft áður vegna mikillar óvissu tengt COVID-19 faraldrinum.
Sveitarfélagið að glíma við alveg nýtt umhverfi þar sem engir ferðamenn eru á staðnum og atvinnuleysistölur eru af áður óþekktri stærð. Á sama tíma enn mikil óvissa veiðar á loðnu og humri og afleiðingar þess að koma fram í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Lagt var upp með í vinnu fjárhagsáætlunar að rekstur málaflokka myndi ekki hækka milli ára og því sett hagræðingarkrafa sem samsvarar þróun vísitölu. Í launaáætlun ekki aukið við stöðugildi nema að vel rökstuddu máli. Þegar kreppir að yfirleitt aukið álag á félagsþjónustu sveitarfélaga og því aukið lítillega við stöðugildi þar ásamt því að auka lítillega við stöðugildi í grunnskóla Hornafjarðar vegna aukins fjölda barna í lengri viðveru og stoðþjónustu. Á næsta ári verður stytting vinnuviku raungerð í samræmi við nýgerða kjarasamninga án þess að aukið verði við mönnun að neinu marki. Ásamt því að í leikskólum sveitarfélagsins ekki gert ráð fyrir aukinni mönnun þrátt fyrir aukinn fjölda undirbúningstíma og styttingu vinnuviku í samræmi við nýgerða kjarasamninga. Lagt upp með að forstöðumenn leiti allra leiða til hagræðinga í rekstri og áhersla fjárhagsáætlunar að viðhalda þjónustustigi ásamt því að verja störf. Myndarleg framlög eru sett í framkvæmdir en með það að markmiði að fjölga atvinnutækifærum en þessu fylgir aukin lántaka og við það hækkar skuldarhlutfallið. Ég ætla aðeins að renna yfir þetta hér á þessari glærusýningu. En forsendur fjárhagsáætlunar eru hér kynntar. Það óbreytt útsvarsprósenta 14,52% og útsvar samkvæmt áætlun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það óvissa vegna COVID og mögulegs loðnubrests. Gert ráð fyrir 10% lækkun á fasteignaskattsprósentu í A- og C-flokki og áætluð jöfnunarsjóðs framlög 2021 byggja á áætlun sjóðsins. Og tekjuáætlun hafnarinnar varfærin eins og undanfarin ár. Laun áætlun miðað við gildandi kjarasamninga og áætlaða mönnunarþörf og samningsbundnir og vísitölutengdir gjaldaliðir eru hækkaðir og áætluð hækkun vísitölu neysluverðs 2,7% samkvæmt þjóðhagsspá. Viðhald fasteigna á lóða upp að 30 milljónir og ófyrirséð 5 milljónir og styrkjarammi óbreyttur. Niðurstöður fjárhagsáætlunar eru þessar að rekstrarniðurstaða fyrir A- og B-hluta verði 54,5 milljónir króna og skuldir og skuldbindingar verði 2.391 milljónir króna. Veltufé frá rekstri 347,8 milljónir króna. Ný lántaka að upp að 550 milljónir króna og afborganir langtímalána 86,3 milljónir. Handbært fé árslok verði 17,8 milljónir króna og skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum verði 83,8%. Langaði aðeins að fara yfir þróun skatttekna frá árinu 2018 til 2021 eða það sem við áætlum að verði. Og þá sjáum við að þetta svona nokkuð stabílt. Tekjurnar hækkuðu árið 2019 en það eru síðan að dragast saman árið 2020 og 2021 en þá einna helst frá jöfnunarsjóði. En áætlað að tekjur jöfnunarsjóðs muni lækka 15% frá 2019 til 2020. Og hérna sjáum við þróun launagreiðslna hjá sveitarfélaginu. Launagreiðslur að hækka og það vegna kjarasamningsbundinna hækkana og sömuleiðis vegna áætlaðri mönnunarþörf samkvæmt launaáætlun. Rekstrarniðurstaðan við sjáum þá hver þessi COVID-áhrif eru á rekstrarniðurstöðu sveitarsjóðs. Árin 2018 og 2019 vorum við með rekstrarafgang upp á 400-500 milljónir en nú 2020 og 2021 hröpum við undir rétt kringum 50 milljónirnar og minna. Þannig að það sést vel í fjárhagsáætlunargerðinni hver þessi áhrif eru. Aðeins varðandi framkvæmdaliðinn, það sett
800 milljónir króna í framkvæmdir og má það nefna helst að það er nýtt hjúkrunarheimili sem var tekin ákvörðun árið 2018 og við erum ennþá að bíða eftir að framkvæmdir þar hefjist en við höfum verið að greiða fyrir þær framkvæmdir á þessu ári og stærsta upphæðin var áætluð á næsta ári samkvæmt þeirri greiðsluáætlun sem var lagt upp með í upphafi. Og Víkurbraut 24, sú framkvæmd á fullu, það var gengið frá samningum eftir útboð núna í haust og vonumst til þess að geta tekið húsnæði í notkun þar í apríl. Það mun hýsa málefni fatlaðra. Það er áætlað að fara af stað með endurbætur í Sindrabæ innanhúss. Það hefur lengi verið beðið eftir þeim framkvæmdum. Síðan áætlað að taka í gegn skólahúsnæði í Hrollustöðum og breyta því í íbúðir til útleigu og er í vinnslu samningu við Vatnajökulsþjóðgarð að taka þátt í þeim breytingum og mun ríkið koma inn með fjárframlag á móti að upphæð tæplega 50 milljóna. Og mun það fara upp í leigugreiðslur fyrir starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs til lengri tíma. Það er ánægjulegt svona samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélags þar. Síðan áætlað að framkvæmdir í Hofgarði þar sem opnað verður á milli leik- og grunnskóla. Það verður haldið áfram með framkvæmdir í Miklagarði. Hafnabrautin, það var áætlað að fara í framkvæmdir við Hafnabrautin á þessu ári en það mun ekki takast að fara af stað með það. Þannig að við áætlum að gera það á næsta ári. Jafnframt verður farið í malbyggunarframkvæmdir og síðan loka ljósleiðaravæðingu sveitarfélagsins í dreifbýli og klára þá lagningu ljósleiðara í Lóni. En það standi yfir framkvæmdir í Nesjum eins og staðan í dag. Þá aðeins varðandi 3 ára áætlun framkvæmda, þá áætlað að halda áfram með hjúkrunarheimili og vonandi klára það, Sindrabæ og Miklagarð og síðan þarna nýjung að byggja við sundlaugina líkamsræktaraðstöðu sem hefur verið lengi beðið eftir og að halda áfram með fráveituframkvæmdir, áfanga 3 og 4 og síðan í 3 ára áætlun að malbika annað hvert ár. Það þarf að taka lán fyrir þessum framkvæmdum þar sem rekstrarstaðan er þannig að án lántöku hefði sveitarfélagið 260 milljónir króna til framkvæmda og við komumst nú skammt á veg með slíkt fjármagn og við erum auðvitað að horfa upp á atvinnuleysistölu sem eins og kom fram áðan í mínu máli er á óþekktri stærð þannig að sveitarfélaginu ber skylda til þess að halda uppi framkvæmdastigi til þess að tryggja atvinnu hér í sveitarfélaginu og þess vegna er lagt upp með svo veglega framkvæmdaáætlun. En það er áætlað að greiða niður 2 óhagstæð lán á þessu ári, þannig að það lagast aðeins lánasafni hjá okkur. Ný lántaka á þessu ári er áætluð 480 milljónir, hún hefur nú ekki öll komið til framkvæmda og á næsta ári verður lántaka 550 milljónir. Og skuldahlutfalli þá áætlað 85,6% á næsta ári með við þessar forsendur, en verður samkvæmt útkomuspá 65,6% á þessu ári. Þannig að við erum vel undir viðmiði eftirlitsnefndarinnar hvað varðar skuldahlutfalli. Og við getum státað okkur af því að sveitarfélagið stendur vel í grunninn og við höfum svigrúm til þess að takast á við þessar efnahagsþrengingar með þessari auknu lántöku sem auðvitað ekki alltaf jákvætt en það er mikilvægt að halda uppi þessu háa framkvæmdastigi til þess að verja störf og jafnvel skapa fleiri atvinnutækifæri. Og við verðum jú að vera bjartsýn á að niðursveiflan muni rétt úr sér. Næsta ár verður öllum líkindum þungt en við verðum bara vona það að það birti til síður. Og hef ég lokið máli mínu. Takk fyrir þetta, Matthildur. Og orðið laust fjárhagsáætlun. Björgvin Óskar Sigurjónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Við vinnu fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2021 var fjölbreyttum sviðsmyndum stillt upp og þær bornar saman. En niðurstaðan að svo komnu máli er fyrirlögð fjárhagsáætlun sem er hér til umfjöllunar í fyrri umræðum. Í þessari áætlun er gert ráð fyrir aðhald í rekstri sveitarfélagsins, eins og Matta kom inn á. Fyrir utan það að komið var til móts við óskir félagsviðs aukning á fjármagni sem verður notað aðallega til að styrkja starfsemi félagssviðs. Einnig var komið á móts við óskir fræðslu- og tómstundasviðs sem felur meðal annars í sér smávægilega hækkun á stöðugildum í grunnskólanum vegna fjölgunar barna í skólanum, uppskiptingu stórra bekkja og fjölgunar barna í frístund Kátakots. Og eins og það segir, er í fjárhagsáætluninni gert ráð fyrir 10% lækkun á fasteignasskattsprósentunni, bæði á íbúðarhús og einnig atvinnuhúsnæði. Þetta er gert til að koma á móts við einstaklinga og atvinnurekendur vegna aðstæðna sem skapast hafa vegna COVID-19 heimsfaraldursins. Framkvæmdaáætlun fjárhagsáætlunar er að mínu mati metnaðarfull og gert er ráð fyrir fjölbreyttum framkvæmdum til að tryggja áfram atvinnustig í sveitarfélaginu. Og eins og Matta kom inn á þá eru þarna meðal framkvæmda til dæmis íbúðir á Hrollaugstöðum til útleigu, endurbætur á Hofgarði í Öræfum, framkvæmdir við lagnir, götu og gangstéttir í Hafnarbraut frá höfninu og Ráðhúsi, endurbætur á Miklagarði halda áfram, endurbótum á Sindrabæ verður framhaldið eftir nokkru ára hlé og einnig fer fjármagn í nýtt hjúkrunarheimili. Og auk þessara verkefna halda áfram verkefni sem þegar eru farin af stað og voru því að hluta til einnig á fjárhagsáætlun fyrir árið í ár, eins og til dæmis Víkurbraut 24. En þótt að þessi einungis fyrrumræða fjárhagsáætlun 2021 vill ég að lokum þakka bæjarstjóra og starfsmönnum kærlega fyrir vinnu sína við gerð þessara fjárhagsáætlunar hingað til. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Og orðið er laust, fjárhagsáætlun. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir fundarmenn. Það er svona þrennt sem ég langar að ræða og tala eins út frá glærunum sem að Matthildur sýndi okkur hér. Það er auðvitað gríðarlegt áhyggjuefni þetta hvernig skuldahlutfallið hækkar og er auðvitað mikið áhyggjuefni fyrir reksturinn okkar en við vitum að sjálfsögðu ástæðuna það er þetta ástand sem varir og tekjurnar að lækka frekar meðan útgjöldin standa í staði eða hækka og við erum í raun og veru að taka á kassan og halda í við framkvæmdaáætlun sem ég styð það að við tökum það svolítið á kassan í því ástandi sem varir og við vonum að bæði Guð og vísindin koma okkur fljótt og vel út úr þessu ástandi þannig að það getur farið að vora á ný. Mér langar að leiðrétta eitt að varðandi íþróttaaðstöðu við Sundlaug það var, ef ég man rétt árið 2017 eða 2018 sett jafn há upphæð eða 5 milljónir í sams konar verkefni. Og þannig að það er þá gott að sjá að það er hægt að fara að hanna og hugsa það verkefni aftur. Ég bara fagna því. Að síðustu þá langaði mig að ræða það að það er ekki gert ráð fyrir í þessari framkvæmdum á árinu, ekki að þessu en næsta ári varðandi eina fráveitu og ég hvet okkur til þess að skoða það svolítið betur því að ef ég skil rétt að ég veit ekki hvort það er búið að samþykkja en það er allan að komna fram tillögur að ríkið styðji fráveituframkvæmdir sveitarfélaga og þar getum við fengið virðisaukann tilbaka af svoleiðis framkvæmdum því að þá er það mjög virðisaukandi fyrir samfélagi. Þannig að kannski það yfirsjón hjá okkur hafi ekki rætt það betur en mögulega getum við rætt það fram að því ef við samþykkjum fjárhagsáætlunina á næsta fundi. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sæmundur. Fleiri sem kveðja sig hljóðs. Páll Róbert, gjör svo vel. Já, takk fyrir það. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég er bara í sambandi við þessa fjárhagsáætlun og þá er náttúrulega svo allir vita erfitt ástand hjá okkur en sem betur fyrir höfum við staðið mjög vel síðustu árin. Við höfum verið með góða framlegð í rekstrinum og sýnt gott aðhald held ég, svona mestu leyti. Að vísu er það þannig að reksturinn hjá sveitarfélaginu líka, hann er svolítið að þenjast út. Það er náttúrulega, það er verið að fjölga fólki hér og þar eins og gengur og gerist. Það hafa verið gerðir kjarasamningar nýlega sem eru greinilega svolítið kostnaðarsamir. En það er bara hluti sem við tökumst á við. En bara sem dæmi að þá sá ég nú í útgangspá daginn fyrir árið 2020 að þá var í A-hlutanum, þá var 3% framlegð sem stóð eftir þegar það var búið að borga fastakostnaðinn hjá sveitarfélaginu. Þannig að sem hefur verið síðustu árin þetta 15-20% jafnvel sko. Þannig að þetta er mikil viðbrigði og svo hafa náttúrulega tekjurnar dregið saman og jöfnunarsjóðurinn skorið niður og þannig að við erum í smá brekku. Að ég tali nú ekki hjúkrunarheimilið en ég ætla ekki að gera það núna. Hins vegar þurfum við að halda uppi atvinnustigi en við getum líka sýnt sko aðhald í öðrum útgjöldum. Við þurfum að vera bara vakandi fyrir því að við þurfum að passa okkur því að eins og Sæmundur var að benda á, skuldirnar eru að aukast mjög hratt en við höfum staðið mjög vel og stöndum með það mjög vel og við höfum vel í stakk búin að taka þetta á kassan eins og sumir segja. Ég veit ekki hversu þægilegt það er nú fyrir alla í þessum hópi hérna en varðandi framkvæmdaráætlanina þá er sko það er náttúrulega fullt af góðum hlutum þarna og ef ég ætti að fá eina ósk hérna inn í þetta þá hefði ég viljað sjá sko framkvæmdir á Hafnarbrautinni og ég veit að það er ekkert búið að ákveða þetta endanlega en málið er að ég hefði viljað endilega að við kláruðum Hafnarbrautina á næsta ári. Ég veit ekki betur en það sé búið að hanna verkefnið því það stóð allan til að bjóða þetta út núna í haust og ég held að það væri mjög mikilvægt að við náðum að klára það á næsta ári til þess að geta svo haldið áfram með fráveituframkvæmdina sem að hafa þurft að víkja aðeins út af öðrum verkefnum og önnum hjá verktökum. Þannig en við hefum nú eftir að ræða þetta betur mæntanlega næsta mánuðin fyrir seinni umferðina. Þannig að það er ekki meira í bili. Takk fyrir þetta, Páll Róbert. Fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs. Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu fundarmenn. Hafnarbrautin, framkvæmdir við Hafnarbrautina, ég get svo sem alveg tekið undir með Robba að það er mikilvægt að nota þennan tíma núna til þess að reyna að ljúka þeim framkvæmdum. Og það eru aðrir þættir sem spila inn í Sæmundur kom inn á niðurgreiðslu varðandi fráveitu, þá erum við í fráveituframkvæmdum á Hafnarbrautinu og við getum sótt niðurgreiðslur í þennan sjóð ríkisins sem að mér skilst þeirra áætlað að verði 800 milljónir á næsta ári og var 200 milljónir á þessu ári fyrir allt landið. Þetta er svo sem engar rosalega háar upphæðir sem úr er að spila frá ríkinu en það munar margt, munar að minna og við gerum ekki ráð fyrir endurgreiðslu virðisauka fyrir vinnu svona beint í þessari fjárhagsáætlun en sveitarfélagið mun að sjálfsögðu sækja það stíft hjá ríkinu og eins erum við með umsókninni hjá jöfnunarsjóðnum, fasteigna hluta jöfnunarsjóðs niðurgreiðslur eða þátttöku jöfnunarsjóðs í breytingum á Víkurbraut 24 af því að þar erum við að byggja að breyta húsnæði til þess að bæta aðstöðu fyrir málefni fatlaðra og umsóknin liggur bara þar inni og hef ég verið í góðum samskipti við starfsmenn þar og alveg vona að við fáum
það eitthvað framlag, það liggur ekki alveg fyrir strax. En aðeins þess að ítreka það sem ég nefndi hér áðan að forstöðumenn eru vel meðvitaðir stöðuna, þeir eru meðvitaðir tekjufallið og það ákveðin hagræðingarkrafa á römmum forstöðumanna. Það var horft mjög gagnrýnið á alla stofnbúnaðarúthlutun en það eru svona ákveðnir hluti sem þarfnast bara endurnýjunar og viðhald sem að við getum ekki látið við sitja. Þannig að ég held að við höfum alveg tækifæri til þess að horfa betur og rýna í alla rekstrarþætti sveitarfélagsins og við munum gera það áfram og vonandi náum við einhverju hagræðingu þar. Það alveg rétt hjá Robba að reksturinn hefur aðeins þanist út og við höfum séð stöðugildi hafa verið að fjölga og það ber bara að horfa í það og vera gagnrýnin á hverja krónu sem er notuð til rekstrar. Takk fyrir þetta, Matthildur. Og eru fleiri sem vilja við þessu ljós. Þetta er fjárhagsáætlun 2021. Matthildur bæjarstjóri kynnti líka 3 ára fjárhagsáætlun í þessum inngangi, þannig að það er áætlun fyrir 2022-2024. Þannig að það er liður 10 í þessu fundargerðinni. Þannig að ég ætla að leyfa mér að leggja til að við afgreiðum þessar 2 liði saman og kannski fá eitthvað viðbrögð við því. Er eitthvað sem að mótmæli því, gefa mér merki? Nei, en það er svo sem venjubundið að gera þetta svona og við vísum fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og 3 ára áætlun til síðari umræðu í bæjarstjórn. Við höldum áfram að vinna á þennan milli. Og þá er það Björgvin Óskar Sigurjónsson sem byggir þessa afgreiðslu. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og ég segi já, þannig að það eru 7 atkvæði að vísa fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun áfram í síðari umferð bæjarstjórn. Þá höldum við áfram í lið 11. Þar er viðauki við fjárhagsáætlun ársins í ár 2020 sem að svona praktískt hefði frekar átt að vera á undan fjárhagsáætlun þar sem við erum að breyta í rauninni niðurstöðu ársins 2020 en þetta er nú allt gert hérna í mesta bróðerni innan sama fundar þannig að gera nú engin athugasemd í þetta. En bæjarstjóri gerir grein fyrir viðauka 4 fyrir árið 2020. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar. Helstu atriði í viðauka 4 eru þau að framkvæmdaáætlun ársins lækkar 87 milljónir króna þar sem framkvæmdir á Hafnarbraut færast til ársins 2021. Og ég glemdi nú að minnast á það áðan því að það var minnst á hönnun Hafnarbrautarinnar en henni er ekki lokið ennþá, svo vinna er ennþá í gangi. Það er fyrir að greiða upp 2 óhagstæð lán, þess að ég kom inn á áðan, núna þessu ári að fjárhæð 60 milljónir króna og lántaka ársins lækkar 70 milljónir króna. Vísitala neysluverðs lækkar úr 3,2% í 2,8% samkvæmt nýrri þjóðhagsspá og breytingar sem að ég hef talið hér upp hafa áhrif á fjármagnsliði, afskriftir og sjóðstreymi eins og fram kemur í þeim gögnum sem fylgja þessum lið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Og orðið er laust viðauka við fjárhagsáætlun 2020, nr. 4. Enginn sem greiðir svo ljós hann. Það ætla ég að bera hann undir atkvæði og það er það Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já.
Og ég segi já, þannig að það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er það 12. liður á dagskrá, það er fjárhagsáætlun HSU Hornafirði 2020. Bæjarstjóri kynnir þar breytingar á fjárhagsáætlun. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar. Þetta mál er hér á dagskrá vegna leiðréttinga sem var þörf á að gera á áður samþykktri fjárhagsáætlun stofnunarinnar fyrir árið 2020. En það er búið að leiðrétta hér tekjuliði í samræmi við breyttar forsendur í rekstrinum, svo sem samning við HSU ákveðna hluti rekstursins og eins rekstur fyrstu 3 áranna fyrir viðskilnað rekstrar þátta. Fleira er eiginlegt þetta að segja. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Einhver sem kveður sér hljóðs undir þessum lið. Og það er komið til tals undir fundargerðum fyrr í dag á fundinum. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að ég ber þessa breytingu á fjárhagsáætlun fyrir Skjólgarð 2020 upp til atkvæða. Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og ég segi já, þannig að það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við í 13. lið dagskrárinnar, það er gjaldskrá Hornafjarðarhafnar sem tekinn hér fyrir árið 2021, vantanlega, liðurinn heitir 2020. Þannig að það er, svo leiðrétta það að þetta er gjaldskrá Hornafjarðarhafnar fyrir 2021. Það er lagt til að hækkun gjaldskrár Hornafjarðarhafnar verði 2,7% í samræmi við verðbólguspá og það er orðið laust sem kveður þessi hljóðsum gjaldskrá Hornafjarðarhafnar fyrir árið 2021. Og svo er ekki, þá ber ég þessa tillögu 2,7% hækkun í samræmi við verðbólguspá undir fundinn. Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og ég segi já, þannig að það er samhljóma samþykkt. Og þá er það 14. liður á dagskrá, það er málefni Ferðamálafélags Austur-Skaftafellssýslu 2020 og bæjarstjóri fylgir því úr hlaði. Gjörðu svo vel, Matthildur. Takk fyrir, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Fulltrúar FASK komið til funda bæjarráðs nú í vikunni og kynntu afurðir þeirra vinnu sem þau hafa lagt í vegna áhrifa COVID-faraldursins á ferðaþjónustuna. Sveitarfélagið kom að þessari vinnu með fjárframlagi og aðkomu starfsmanna og niðurstaða vinnunnar liggur hér fyrir fundinum og er lagt til að bæjarstjórn samþykki eftirfarandi bókun. Og ég með leyfi forseta að fæ að lesa hana hér orðrétt upp. Í september síðastliðinn hafði Ferðamálafélag Austur-Skaftafellssýslu, ég ætla að fá að byrja aftur, það mun vera sent vonandi sem fréttatilkynning og fyrirsögnin er þessi: alvarleg staða ferðaþjónustunnar í sveitarfélaginu Hornafirði. Í september síðastliðinn hafði Ferðamálafélag Austur-Skaftafellssýslu eða FASK frumkvæðið að boðun vinnufundar og framkvæmd könnunar meðal ferðaþjónustuaðila á starfssvæði FASK. Sveitarfélag Hornafjörður kostaði verkefnið og þekkingarsetrið Nýheimar kom með undirbúningi og utanumhaldi þess. Vinnufundinum var ætlað að skila tillögum að hugmyndum að lausnum sem greinin sjálf, ríkið, sveitarfélög, bankar, tryggingafélög og aðrir aðilar geta gripið til sem stuðning við greinina, svo draga megi úr neikvæðum áhrifum heimsfaraldursins vegna COVID-19 á fyrirtæki, fjölskyldur, ríkið, sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila. Samkvæmt skýrslu frá SAS sem fjallar hagtölur atvinnulíf á Suðurlandi kemur fram að 565 einstaklingar störfuðu í ferðaþjónustu í sveitarfélaginu Hornafirði árið 2019 og hafði þeim fjölgað 455% frá árinu 2009.
Spurningakönnun var send út í lok september til 107 mismunandi aðila og bárust svör frá 57 aðilum. Helstu niðurstöður könnunarinnar voru þessi. Áætlað á bilinu 15–20% af störfum innan sveitarfélagsins tapist á tímabilinu 2020 til 2021 til samanburðar við árið 2019. Hlutfall lítilla og meðalstóra fyrirtækja með 1–20 starfsmenn var 92% af fyrirtækjum í ferðaþjónustu árið 2019. Lítil og meðalstór fyrirtæki sköpuðu á bilinu 64–66% allra starfa ferðaþjónustunnar í sveitarfélaginu árið 2019. Ferðaþjónustuaðilar eru mjög neikvæðir til skamms tíma eða 6 mánaða og telja að á bilinu 232–326 störf tapist vegna COVID-19 til loka árs 2021. Ferðaþjónustuaðilar verða jákvæðir ef horft er til lengri tíma, 12–24 mánaða, og ekkert fyrirtæki hyggst hætta starfsemi. Með þessari vinnu FASK og þátttöku ferðaþjónustuaðila vonumst við til þess að þær hugmyndir sem fram koma á vinnufundunum nýtist öllum aðilum máls. Þannig aukast möguleikar á réttum viðbrögðum og dregið verði úr þeim skammtíma skaða sem nú blasir við. Leið er tryggð viðspyrna íslensk efnahagslífs þegar faraldurinn fer í rénun og eðlilegra viðskiptaumhverfi skapast. Hægt er að nálgast fréttatilkynninguna í heild sinni í viðhengi þar sem meðal annars er hægt að nálgast helstu niðurstöðu vinnufundarins, þar sem koma fram hugmyndir hvað fyrirtækin sjálf, ríki, sveitarfélög, bankar, tryggingafélög og aðrir aðilar máls geta gert til að draga úr neikvæðum áhrifum COVID-19 og tryggja leið öfluga viðspyrnu þegar eðlilegt ástand skapast. Undir þetta rita stjórn FASK og bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar verði þetta samþykkt hér. Og ítarlegri gögn má nálgast á vef FASK og vef sveitarfélagsins. Ég legg þetta hér fram fyrir bæjarstjórn. Takk fyrir þetta, Matthildur. Kannski fyrir þessi texti var undir fundargerð bæjarráðs líka í vikunni, þannig að þetta er mikið lestur og þetta er sömu gögn í rauninni byggt á því sem bæjarfulltrúar hafði áður kynnt sér. En orðið er laust þetta málefni og bókunina. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá ber ég bókunina undir atkvæði fundarins, hvort að bæjarfulltrúar geti samþykkt þessa bókun og þá á sama tíma þá að þetta verði fréttatilkynning Ferðamálafélagsins og Sveitarfélagsins í sameiningu. Og það Björgvin Óskar Sigurjónsson. Samþykkt. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og ég samþykki líka með jái, þannig að þetta er samhljóma samþykkt sem bókun bæjarstjórnar. Og þá förum við í 15. lið dagskrár sem er samþykkt stjórn og fundasköp Sveitarfélagsins Hornafjarðar. En samþykktir stjórn og fundasköp Sveitarfélagsins hafa verið teknar til endurskoðunar vegna breytinga á skipuriti Sveitarfélagsins og fyrirhugaðri sameiningu nefnda og framsal á valdi. Þær efnislegu breytingar sem lagðar eru til varða 38. grein, 48. grein og 65. grein í samþykktunum. Helstu breytingar eru eftirfarandi. Í þeim tilfellum sem sveitarfélagið er sjálft framkvæmdaraðili skal umhverfis- og skipulagsnefnd taka fullnaðar ákvörðun matsskyldu. Félagsmálanefnd og heilbrigðis- og öldrunarnefnd verða sameinaðar í velferðarnefnd í samræmi við breytingar á skipuriti sveitarfélagsins. Í sömu grein er gjafa minningarsögu Skjólgarðs tekin út. Það er vegna breytinga á félaginu en stofnað hefur verið sjálfstætt félag gjafasjóðinn sem er óháð kennitala sveitarfélaginu. Þá er gerð sú breyting á 65. grein að yfirskrift greinarinnar verður íbúalýðræði í stað þátttökulýðræðis og er lagt til að breyta hlutfalli þeirra sem geta óskað eftir almennri atkvæðagreiðslu úr 25% í 20%.
Ég legg til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi breytingar á samþykktum sveitarfélagsins og vísi þeim til annarrar umræðu í bæjarstjórn en breytingar á samþykktum krefjast 2 umræðna en orðið laust samþykktum stjórn og fundarskap sveitarfélagsins. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs þetta efni, þá ætla ég að leggja þetta undir atkvæði fundarins að þessu verði vísað til annarrar umræðu í bæjarstjórn. Það er Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og ég segi já, þannig að það er samþykkt með öllum 7 atkvæðum að vísa breytingu og samþykktum til annarrar umræðu í bæjarstjórn. Þá förum við 16. lið sem er erindisbréf öldungaráðs. Nýtt erindisbréf fyrir öldungaráð er hér lagt fram og samkvæmt því er helstu hlutverk öldungaráðs að ráðið er vettvangur samráðs íbúa sem eru 67 ára og eldri, félagasamtaka þeirra, atvinnulífs og sveitarstjórnar og er virkur þátttakandi í allri stefnumörkun málaflokksins. Öldungaráð er ráðgefandi fyrir starfsemi sveitarfélagsins í málaflokknum og stuðlar í samstarfi við sveitarstjórn að eflingu félagsauðs og kynningu á þjónustu sveitarfélagsins til íbúa sem eru 67 ára og eldri. Erindisbréfið er byggt á lögum málefni öldunga og erindisbréfið hefur fengið umfjöllun í öldungaráði, félagsmálanefnd sem fjallar fundargerðir ráðsins og bæjarráði. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki nýtt erindisbréf fyrir öldungaráð en gef jafnframt orðið laust hér áður en við göngum til atkvæða. Eitthvað sem vill tjá sig þetta og ég ætla að vekja athygli bæjarfulltrúa á því að við þessa breytingu að þá hefur bæjarstjórn 3 kjörna fulltrúa í öldungaráði í stað 2 þannig að það losnar hérna sæti, embættissæti. Allir spenntir fyrir því. Mjög gaman í öldungaráði. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs. Þannig að ég ber þetta undir atkvæði fundarins og það er Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og ég segi já, þannig að það eru 7 atkvæði samhljóma samþykkt. Og þá er það 17. liður á dagskrá sem er erindisbréf almannavarnadeildar. Almannavarnanefndar, afsakið. Það er nýtt erindisbréf fyrir almannavarnanefnd, það er lagt hér fram. En hlutverk almannavarnanefndar er meðal annars að móta stefnu og skipuleggja almannavarnir í sveitarfélaginu í samræmi við lög almannavarnir og vinna að gerð hættumats, viðbragðsáætlana og prófunar þeirra í samvinnu við lögreglustjóraembætti á Suðurlandi. Erindisbréfið hefur fengið umfjöllun í almannavarnanefnd og bæjarráði og leggja til að bæjarstjórn samþykki erindisbréf almannavarnanefndar sem að vill koma inn í það umræðu, orðið laust. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs. Það er því miður ekki laus sæti þarna. Það er verið að uppfæra vegna breytingar sem hefur orðið. En það er Björgvin Óskar Sigurjónsson. Samþykkir þú? Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já, afsakið. Segir þú já, Íris? Já, tæknilega röðlega hér, ég segi já. Já, verðlega. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og Ásgerður Gylfadóttir segir já. Samþykkt samhljóma með 7 atkvæðum. 18. mál á dagskrá er
Deiliskipulag, heildarendurskoðun fyrir Skaftafell. Hér liggur fyrir erindi frá Vatnavíkursþjóðgarði þar sem óskað eftir heimild til að endurskoða deiliskipulag fyrir Skaftafell og jafnframt óskum þátttöku sveitarfélagsins í samráði forsendur deiliskipulagsins. Ég legg til að bæjarstjórn heimili endurskoðun á deiliskipulagi fyrir Skaftafell en gef orðið laust áður en við göngum til atkvæða. Enginn sem kveður sér hljóðs það. Þannig að þá það atkvæðagreiðsla. Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Ásgerður Gylfadóttir segir já. Samþykkt með 7 atkvæðum. Það 19. mál á dagskrá. Þar ósk íbúakosningu vegna breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi í innbæ. Hér liggur fyrir erindi frá Ara Jónsssyni, Eymundi Inga Ragnarsssyni, Guðmundi Inga Sigurbjörnssyni, Óskari Arasyni og Sigurbjörgu Jónsdóttur, Sveinbjörgu Jónsdóttur. Og ég leggi til að bæjarstjórn samþykki erindi fyrirhugaða undirskriftasöfnun samkvæmt 3. málsgrein 108. greinar sveitarstjórnarlaga með þeim fyrirvara að undirskriftasöfnunin og íbúakosningin fjalli ekki lögformlegt gildi aðal- og deiliskipulagsins þétting byggðar í innbæ þar sem slíkt stenst ekki lög. Aðalskipulagsbreytingin og deiliskipulagið var samþykkt í bæjarstjórn þann 16. apríl 2020. Deiliskipulagið var staðfest af Skipulagsstofnun þann 9. október 2020, aðalskipulagsbreytingin staðfest af Skipulagsstofnun þann 15. október 2020. Auglýsing var birt í Eystrahorni þann 15. október síðastliðinn. Jafnframt bent á að fyrri undirskriftir teljist ekki gildar þar sem deiliskipulagið hefur tekið miklum breytingum frá þeim tíma sem þeim var safnað til þess að koma til móts við athugasemdir sem komu fram á skipulagstímanum. Í 2. grein reglugerðar nr. 155 frá 2013 undirskriftasafnanir vegna almennra atkvæðagreiðslna samkvæmt sveitarstjórnarlögum kemur fram að tilkynna skal sveitarstjórn ef fyrirhuguð undirskriftasöfnun í sveitarfélaginu þar sem óskað eftir almennri atkvæðagreiðslu tiltekið mál varðar sveitarfélagið og erindi barst sveitarfélaginu innan þess tíma sem veittur þar Og ég legg hér til að fyrirhuguð undirskriftasöfnun verði samþykkt en gef orðið laust málefnið. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, góða fundarmenn. Ég þarf eiginlega að því ég ekki með þennan texta fyrir saman sem að þú varst að lesa, frú forseti, varandi fyrirvara á atkvæðagreiðslunni. Ég þarf eiginlega að fá að heyra eða sjá hver þessi fyrirvari? Fleiri sem að vilja koma inn í þessu umræðu að bæjarstjóri greinir frá þessum fyrirvara. Mathildur, bjóða þér að svara þessu. Já, forseti og fundarmenn, fyrirvaran gengur út af það að það er ekki verið að kjósa skipulagið sjálft sem hefur fengið eða ferli skipulagsins vegna þess að skipulagið hefur nú verið staðfest af Skipulagsstofnun og þar með farið í gegnum það lögformlega ferli samkvæmt lögum skipulag eða breytingar á skipulagum. Þannig að það er ástæðan fyrir því að þessi fyrirvari settur fram en undirskriftasöfnunin verður þá snúast óskum eða undirskriftasöfnunin verður snúast óskum að fara fram á íbúakosningu sem þarf þá að snúa því að gera breytingar á skipulagi. Og hann alls skýrt. Sæmundur, gjörðu svo vel. Nei, forseti, góðu fundarmenn, nei, þetta náttúrulega alveg skýrt og ég sakna þess að hafa ekki haft þennan texta fyrir fundinum
fyrirvara því að það ekki í útsendu fundagögnum. Þá hefði maður haft kannski tækifæri til þess að bregðast við því og ég sem sagt harma það og hefði kannski vilja geta meldt betur í hverju svona fyrirværi ætti varðandi að því að hér eru íbúar að fara fram á íbúakosningu eru að leita rétta síns gagnvart skipulagi sem að þeir hafa ítrekað sýnt að þeir eru á móti þó svo að sveitarfélagi eða meirihluti sveitarstjórnar hafi farið fram á löglegan hátt með gjörningin, þá þetta gríðarlega umdeilt mál sem að afskaplega margir sveitungar okkar hafa lýst andstöðu sinni við. Þá hefði ég viljað geta haft sem bæjarstjórnarmaður þann texta fyrir fram með að það væri gerður einhver fyrirvari á svona kosningu. En það kannski, en ég mun styðja það sjálfsögðu að það veri farið í íbúakosningu en við þurfum þá að ræða og væntanlega það spurning hvernig við ræðum þá útfærsluna á henni. Ég styð kosninguna en ég verð að fá tíma til þess að skoða fyrirvarana. Það það sem ég að benda á. Takk fyrir þetta Sæmundur. Í rauninni sko allt í lagi með kosninguna og það að gera athugasemdir skipulagið og það saman. En það sem að kannski máli snýst að það ekki hægt að óska eftir því að með íbúakosningu að skipulagið sé fellt úr gildi heldur að það þurfa að gera breytingu í rauninni og breytingin getur náttúrulega verið meira háttar breyting að allt sé fellt út eða eitthvað inn á milli sko. Þú veist, í sjálfu sér bara er þetta leiðbeinandi fyrir ferlið sko að það stenst ekki lög að í rauninni mótmæla skipulaginu með að það er bara að fara, þú veist, hverfa. En þannig að það er allavega sá skilningur sem að þetta bara var leitað fordæma og þetta fordæmi frá Reykjavíkurborg þar sem að var ákveðið skipulag sem að íbúar gerðu athugasemd við og þar kemur þessi ábending í rauninni að það sé ekki hægt að óska eftir því að það sé bara strokist út heldur að það þurfa að gera breytingu á deiliskipulagi. Og Sæmundur þú ert þá með þriðju ræðu og þá bara örstutt vantanlega það. Já, bara örstutt, gott og vel. Ég get alveg tekið undir og kaupið þessu rök. Þetta hefði ég viljað hafa í fundagögnum. Það er bara ég ætla að árita það. Það er komið til skila og Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúi, ég biðst bara afsökunar að það hafi ekki verið birt í fundagáttinni. Það hefði þetta sjálfsagt að koma fram í inngangi sem að allir fundamenn hafa aðgang að. En þetta mál snýr að því að heimila undirskriftasöfnun. Skulum halda því til haga sem að mögulega getur leitt til þess að farið verði í íbúakosningu. Og þessa undirskriftasöfnun gilda ákveðnar reglur samkvæmt sveitarstjórnarlögum og þá ber Þjóðskrá Íslands að halda utan þá framkvæmd, bara svo því sé haldið til haga og tilgreindur verður þá einn ábyrgðaraðili sem er einn af þeim sem óskar þess að farið verði af stað í þessa undirskriftasöfnun. Þannig ég ætla bara að ítreka það. Róbert, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundamenn skilja þá rétt sem sagt að það er verið heimilað að fara í undirskriftasöfnun og þá ef að þau ná þá, já, væntanlega þessu 20% hlutfalli sem við vorum að samþykkja áðan í breyttum samþykktum, að þá getum við óskað eftir íbúakosningu þetta skipulag eða eitthvað. Er það þannig sem ég skilja það rétt? Já, það er þannig að afsakja. Það eru fundarsköp á þessu fundi. Það er þannig að samþykktirnar eru í gildi þangað til að það eru búin að fara í gegnum 2 umræður í bæjarstjórn og birtast í stjórnartíðindum.
Og þannig að það 25% sem að gildir á meðan að nýja samþykktir hafi ekki verið birtar í stjórnartíðindum. Þannig að en Matthildur, viltu þú? Já, kannski ég er eiginlega dottin út, sko. En það bara þess að ítreka það þessi 25% sem gilda af því að samþykktirnar eru ennþá í gildi og eins þá samkvæmt þessari reglugerð þá ber ábyrgðaraðilum undirskriftalistans að klára undirskriftasöfnun á 4 vikum og þau verði hefja hana að 2 vikum liðnum frá því að sveitarstjórn tekur ákvörðun málið. Þannig að það eru stífir rammar í kringum þetta. Og það mun allt verða sent til viðkomandi aðila. Og eftir því sem að skilst að þá þetta bæði þetta gera með rafrænum hætti og á blöðum og það kannski bara ábending frá forseta til þeirra sem að fara í söfnun undirskrifta ef að þetta samþykkt hér í bæjarstjórn þá að nýta sér rafræna undirskrift núna á þessum síðasta verstu COVID-tímum og þá ég sé bara ágætt að hafa það í huga og þetta bæði sé leyfilegt en það þetta val þeirra sem sjá undirskriftina en bara svona vinsamleg ábending. Fleiri sem að vilja koma inn í þessa umræðu. Ég lagði til að það væri samþykkt að þessu undirskriftasöfnun færi fram með öllum þessum texta sem fram fór samkvæmt lögum og því öllu saman. Vilja að ég lesi það upp aftur áður en ekki reiði atkvæði. Það mjög ákveðið fyrstir fólk hausinn en einn segir já og við verðum við því og þeir segja já. Þá lesi ég þetta aftur. Ég legg til að bæjarstjórn samþykkir erindum fyrirhugaða undirskriftasöfnun samkvæmt 3. málsgrein 108. greinar sveitarstjórnarlaga með þeim fyrirvara að undirskriftasöfnunin og íbúakosningin fjalli ekki lögformlegt gildi aðal- og deiliskipulags þéttingarbyggðar í bæ, þar sem slíkt stenst ekki lög. Aðalskipulagsbreytingin og deiliskipulagið var samþykkt í bæjarstjórn þann 16. apríl 2020. Deiliskipulagið var staðfest af Skipulagsstofnun þann 9. október 2020, aðalskipulagsbreytingin staðfest af Skipulagsstofnun þann 15. október 2020, auglýsingin var birt í Eystrahorni þann 15. október síðastliðinn, jafnframt bent á að fyrri undirskriftir teljast ekki gildar þar sem deiliskipulagið hefur tekið miklum breytingum frá þeim tíma sem þeim var safnað til þess að koma til móts við athugasemdir sem komu fram á skipulagstímanum. Í 2. grein reglugerðarinnar nr. 155 frá 2013 undirskriftasafnanir vegna almennra atkvæðagreiðslna samkvæmt sveitarstjórnarlögum kemur fram að tilkynna skal sveitarstjórn ef fyrirhuguð undirskriftasöfnun í sveitarfélaginu þar sem óskað eftir almennri atkvæðagreiðslu tiltekið mál varðar sveitarfélagið. Erindi barst sveitarfélaginu innan þess tíma sem veittur og leggja til að fyrirhuguð undirskriftasöfnun verði samþykkt. Þá erum við í atkvæðagreiðslu. Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmasdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og Ásgerður Gylfadóttir segir já. Þannig að þessi ósk samþykkt með öllum greiddum atkvæðum bæjarstjórnar. Og þá erum við komin í 20. lið sem fyrirspurn til bæjarstjórnar skipulagsmál sem að Sæmundur Helgason leggur fram og ég gef þér orðið, Sæmundur. Takk fyrir. Forseti, góðir fundarmenn, ég lagði semst fram fyrirspurn í 2 spurningum breytingu semst á þessu aðalskipulagi og nýju deiliskipulagi vegna þéttingu byggðar í bæ á Höfn. Og fyrri spurningin
var það sem tímafrestur rann út þá ekki einsýnt að bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar þarf að fjalla á nýjum deiliskipulagstillöguna líkt og skipulagslög segja til og önnur spurningin er búið að gera jarðvegskönnun á fyrirhuguðum lóðum eins og samþykktin frá bæjarstjórnar meirihluta bæjarstjórnar frá 16. apríl 2020 gerir ráð fyrir. Og ég þakka þau svör sem koma hér sem fylgir við fyrirspurninni minni og ég gerir ráð fyrir að svör skipulagsstofnunar verði opin undir fundargerðinni að sjálfsögðu og það var náttúrulega ítrekkað hér í málinu hér fyrir framan varðandi óskum íbúakosningu hvernig skipulagsstofnun hefur afgreitt þessa samþykkt frá því í apríl þó seint sér tilkomið. Í samtali mínu við skipulagsstofnun þá fannst þeim ekki óeðlilegt þó tafir væri á því að senda inn gögn og gáfu stimpil sín á aðalskipulagsbreytinguna. Deiliskipulagið er samþykkt með nokkrum athugasemdum. Ég verð að segja að ég átta mig ekki alveg á og furða mig á því að skipulagsstofnun hafi ekki nefnt það í athugasemdum sínum að ekki er búið að gera jarðvegskönnun eins og samt var samþykkt að meirihluta bæjarstjórnar með uppáskrift sinni að gera skyldi. Og það ég með smá hugleiðingu út frá þessum svörum sem eru þá hér undir og svara fyrirspurninni að það búið að staðfesta aðalskipulagið og deiliskipulagið sömuleiðis að mér virðist með þessar dagsetningar og tímaramar skipulagslega skipti ekki öllu máli þegar sveitarfélagið á í hlut og í þeirri vinnu og þá kannski eðlilegt að spyrja að framkoma athugasemdir í ferlinu segjum eins og núna frá íbúum eftir og þær athugasemdir koma eftir ákveðin tímamörk. Verður ekki taka tillit til þeirra líka? Erum við að skapa fordæmi að tímamörk eru bara teygjanlegt hugtak? Eða gildir þetta bara í aðra áttina? Takk fyrir þetta Sæmundur og kannski fyrir þá sem að sitja heima og að fylgjast með fundinum og þá ætla ég að lesa hér upp svörin vegna fyrirspurnar Sæmundar en svar við fyrri spurningunni sem að hljómaði þannig þar sem tímafrestur rann út þá ekki einsýnt að bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar þarf að fjalla nýja deiliskipulagstillögu á ný deiliskipulagstillöguna líkt og skipulagslög segja til og svarið við því skipulagsstofnun hefur fjallað málið og gerir ekki athugasemd við málsmeðferðina og spurning nummer 2 búið að gera jarðvegskönnun á fyrirhuguðum lóðum eins og samþykktin frá 16. apríl 2020 gerir ráð fyrir. Það svarið í bókun bæjarstjórnar þegar deiliskipulagið var samþykkt 16. apríl síðastliðinn kemur fram að jarðvegskönnun verði gerð áður en að lóðarúthlutun kemur sem skal taka tillit til við útfærslu á grundu nýrra húsa. Varðandi vangaveltur Sæmundar það hvort að tímafrestir gildi ekki eða annars slíkt að það verður skipulagsstofnun að svara til Þannig að þarna liggja fyrir málefni sem fyrirspurnarinnar og svör. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Og svo ekki, þá förum við yfir í lið 21. Breytingar á lóðamörkum, lóð 40B í Staðarfellsfjöllum. Það óskað eftir óverulegri breytingu á deiliskipulagi þar sem lóðamörkum og byggingarreit lóðar 40B í Staðarfellsfjöllum breytt. Breytingu þarf að gera þar sem að núverandi byggingarreitur á lóðinni illnýtanlegur. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að óverulega breytingu sé að ræða á deiliskipulagi vegna lóðar 40B í Staðarfellsfjöllum samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga með fyrirvara samþykki landeiganda. Tillagan felur í sér óverulega breytingar á notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi svæðisins. Ekki þörf á grenndarkynningu þar sem breytingin hefur ekki áhrif á grennd. Og lagt til að bæjarstjórn samþykki óverulega breytingu á deiliskipulagi í Staðarfellsfjöllum. Orðið laust þetta mál. Það enginn sem kveður sér ljós, þannig að þá legg ég þetta undir atkvæði fundarins. Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason.
Já. Og Ásgerður Gylfadóttir segir já. Samhljóma samþykkt. Þá var það 22. liður. Það framkvæmdaleyfi, breyting á vegi, Borgarhöfn 2-3, Neðri bær. Þar óskum framkvæmdaleyfi vegna nýs aðkomuvegar að Neðri bæ. Umsögn Minjastofnunar liggur fyrir og lagt til að bæjarstjórn samþykki að veita framkvæmdaleyfi vegna vegarins með þeim skilmálum sem framkoma í umsögn Minjastofnunar. Orðið laust framkvæmdaleyfi, breyting á vegi Neðri bæ. Enginn sem kveður sér hljóðs, þá legg ég undir atkvæðið. Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og Ásgerður Gylfadóttir segir já, þannig að það samþykkt með 7 atkvæðum. 23. mál á dagskrá óskum heimild til að selja Ægisíðu 59. Þar erindi frá Jóhönnu Írisi Ingólfsdóttur þar sem óskað eftir samþykki sveitarfélagsins vegna sölu á eign á lóð við Ægisíðu 59 og lagt til að bæjarstjórn samþykki söluna. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þá legg ég þetta undir atkvæði. Björgvin Óskar Sigurjónsson. Björgvin, þú frozen? Samþykkirðu að Jóhanna Íris fá að selja? Já, þetta aðeins inn og út. Það fór eitthvað netið á staðið mér. Já. Það komið ný persóna í frozen. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og Ásgerður Kristi Gylfadóttir segir já. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og 24. mál á dagskrá umsókn lóð, Hagatún 16. Umsókn Valdimars Einarssonar lóð að Hagatúni 16 lögð fram. Bæjarráð mælti með lóðarúthlutuninni og ég legg til að bæjarstjórn samþykki lóðarúthlutunina. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að þá legg ég undir atkvæði. Björgvin Óskar Sigurjónsson. Já. Kristján Sigurður Guðnason. Já. Íris Heiður Jóhannsdóttir. Já. Páll Róbert Matthíasson. Já. Bryndís Hólmarsdóttir. Já. Sæmundur Helgason. Já. Og Ásgerður Gylfadóttir segir já. Þannig að það fullt hús atkvæða eins og allt sem fram hefur farið hér þessum ágæta fundi í dag. Og það var það síðasta mál á dagskrá sem skýrsla bæjarstjóra og gef ég bæjarstjóra orðið. Afsakið, það týndi í skjalinu mínu, forseti og fundarmenn, það er allt að koma. Hér skýrsla mín fyrir störf síðasta mánuðinn og ég ætla að byrja á að ræða hjúkrunarheimili, byggingu þess og nýja og samninga reksturinn. En ég fundaði í tvígang nú með fulltrúum SÍ eða Sjúkratrygginga Íslands vegna samninga rekstur hjúkrunarheimilis og einnig rætti í síma við Maríu Heimisdóttur forstjóra SÍ. Eins og flestir vita sagði bæjarstjórn upp samningunum nú í sumar og að öllu óbreyttu flyst reksturinn til ríkisins í febrúar. Nú verið að skoða hvort hægt sé að framlengja til skamms tíma á meðan rekstrarúttekt unnin á öllum hjúkrunarheimilum í landinu. Hallarekstur stofnunarinnar mjög mikill af þessu áhrif og þarf miklar breytingar svo reksturinn verði hallalaus. Fundirnir hafa snúið að því hvort SÍ getur lagt skjólgari til auki fjármagn þannig að reksturinn getur staðið undir sér. Engin niðurstaða liggur fyrir ennþá, en málin ætti að skýrast í þessari eða næstu viku. Dregist hefur úr hófi af framkvæmdum við byggingu nýs hjúkrunarheimilis fara af stað og ég hef nú setið 2 fundi með fulltrúum heilbrigðisráðuneytisins og framkvæmdasýslu ríkisins síðustu vikur til að þoka málum áfram.
Hönnun er nú lokið og unnið að útboðsgögnum og nú verið að fara yfir kostnaðaráætlun. Það er raunhæft að miða við að verkið verið boðið út í desember og að framkvæmdir geti hafist í febrúar-mars á næsta ári. Vonum að það standist. Svínafellsheiðin, nú liggur fyrir hættumat sem Veðurstofa Íslands hefur unnið vegna sprungu á Svínafellsheiði sem getur valdið gríðarstóru berghlaupi. Samkomutakmarkanir hafa sett okkur skorður varðandi fundarhöld til að kynna hættumatið en íbúar hafa beðið lengi eftir niðurstofunum. Þar sem kynningar gátu ekki beðið var tekin ákvörðun að halda 3 rafræna fundi þar sem hættumatið var kynnt. 1 með íbúum á áhrifasvæði berghlaupsins, 1 með ferðamstaðalum og 1 opinn íbúafund sem var streymt á Teams-forritinu í gegnum YouTube og gekk það vel. Íbúar voru ánægðir með þetta fyrirkomulag þó auðvitað hefði verið betra að hitta þau í eigin persónu. Hættumatið bendi til þess að hætta vegna berghlaups muni aukast eftir því sem lengra líður með hopun Svínafellsjökuls og stækkun jökullónsins fyrir framan. Nú þarf að rýna betur í niðurstöður og kortleggja mögulegar aðgerðir og ráðstafanir almannavarna. Vinna við fjárhagsáætlun hefur verið fyrirferðarmikil síðasta mánuðin og ófáar vinnustundir starfsmanna liggja þar að baki og þar sem mesta ábyrgðin hvílir á fjármálastjórunum. Við höfum verið að vinna að breyttu verklagi síðustu 2 árin og það reynast vel. Það eru tækifæri til að slípa enn betur verklagið og hefja vinnuna fyrr sér í lagi ákveðna þætti, svo sem launaáætlun, vinna við ramma, sviðana, kortlægning, framkvæmda og svo framvegis. Stefnumótun sveitarfélagsins mun liggja fyrir næstu fjárhagsáætlunargerð og mun því klárlega nýtast við vinnuna. Einnig er tækifæri til að leggja fram frekari greiningar tengdar mannauðsmálum, svo sem veikindatölur, þróun stöðugilda, þróun rekstrarkostnaðar og svo framvegis. Fjármálaráðstefna sveitarfélaga hefur verið haldin núna síðastliðinn mánuð eða svo, jafnvel rúmlega, en breytt snið var á henni þetta árið eins og með svo margt annað. Haldnir voru fræðslufyrirlestrar og eru enn haldnir vikulega á föstudögum hin ýmsu málefni sem snúa að rekstri sveitarfélaga. Það er frábært að sjá hversu tæknin hefur fleygt fram á þessum COVID-tímum sem hefur gert okkur kleift að sækja áhugaverða fyrirlestra og fræðslu óháð staðsetningu. Samband íslenskra sveitarfélaga á þar heiður skilið fyrir frumkvæði og útsjónarsemi. Á ráðstefnunni hefur verið fjallað þær áskoranir sem sveitarfélög standa frammi fyrir, hagræðingar hugmyndir í rekstri, stjórnunaraðferðir, umhverfisáherslur í rekstri og lántöku, stafræn framþróun, starfsmannamál og fleira. Og þá er það COVID. Eins og við flest vör við þá voru sóttvarnaaðgerðir hertar fyrir allt landið þann 31. október vegna aukins fjölda smita og auknu álagi á heilbrigðiskerfið. Áður höfðu vægari aðgerðir verið í gildi fyrir landsbyggðina enda hafa smit verið í lágmarki hér í sveitarfélaginu. Nýjar reglur höfðu í för með sér breytingar á starfsemi sveitarfélagsins, svo sem lokun sundlaugar og íþróttahúsa, lokað fyrir heimsóknir í ráðhús og aðeins tekin viðtöl fundir í fjarfundi. Skólastarfi leik- og grunnskóla hefur haldist nánast óbreytt fyrir utan þau óþægindi eldri skólabarna að hafa þurft að bera grímur alla daga. Ég hef setið vikulega fundi með almannavörnum á Suðurlandi þar sem farið er yfir stöðu mála. Við erum nú svo heppin að Elín Freyja Hauksdóttir er nú umdæmislæknir sóttvarna á Suðurlandi en hún hefur staðið sig vel í því hlutverki. Samhliða hafa verið haldnir fundir með öllum sveita- og bæjarstjórum á Suðurlandi og gefst okkur tækifæri til að stilla saman strengi og læra þar hvert af öðru. Þessar hertu reglur hafa enn frekari áhrif á rekstur fyrirtækja í sveitarfélaginu. Það er gaman að fylgjast með þeirri nýbreytni sem mörg þeirra hafa gripið til, sem dæmi hafa veitingaaðilar kefst við að senda okkur veislumat heim á hagstæðu verði og hvetja íbúa til þess að nýta sér tilboðin. Einnig opnaði ný gjafverslun í gær 11. nóvember og í undirbúningi er opnun fataverslunar í húsnæði efnalaugarinnar sem áður var. Það er því mikill kraftur í samfélaginu og fólk leitar leiða til að láta reksturinn halda dampi og við íbúarnir njótum í staðinn. Það er mikilvægt að við sem íbúar þessa samfélag séum meðvituð og verslum þar sem hægt er hér í heimabyggð og styrkjum rekstur þeirra rekstraraðila sem er að reyna að þjónusta samfélagið. Einholtsklettar. Nú er framkvæmdur lokið við gerð varnargarðs frá Suðurfjörðum út í Einholtskletta. Ég fór með Vegagerðinni, formanni hafnarstjórnar og Vigni forstöðumanni Hornafjarðarhafnar til að skoða varnargarðinn með verktakanum.
Samstarfi verktakann og Vegagerðina hefur verið til fyrirmyndar og aðstæður til framkvæmda góðar að mestu leyti. Uppgjör vegna framkvæmdanna liggur ekki fyrir, en þar sem tilbúið var endurkostnaðaráætlun eru góðar líkur á að framkvæmdin standist kostnaðaráætlunar. Ég bendi áhuga á þessum má að hægt að skoða garðinn í vefmyndavél og tengill hér í þessu skjali. Nú að vona að garðurinn hafi tilætluð áhrif sem eru þau að sandur berist ekki í grynslinu, eða allavega síður. Dýptarmælingar voru gerðar nú í lok verktímans sem notað verða sem grunnviðmið svo hægt sé að meta áhrif varnargarðsins. Þing, hið árlega þing sunnlenskra sveitarfélaga var haldið í fjarfundi þann 29. október. Þingi hefur verið hálfgerð árshátíð sveitarfélaga á Suðurlandi og því ákveðin missir að geta ekki hitt kollega í persónu til skrafs og ráðgerðar. Þingi tókst mjög vel og voru erindi fróðleg og gagnleg. Það kom mér skemmtilega óvart að Ásgerður Gylfadóttir bæjarfulltrúi var þar kjörin formaður SAS, en bæjarfulltrúi frá Hornafirði hefur ekki áður verið formaður SAS. Ég nú nota tækifæri að óska henni til hamingju. Svo svona hitt og þetta, ýmsir viðburðir. Það sem COVID hefur nú kennt okkur að hægt að funda hvar sem með aðstoð Teams eða Zoom forritana. Nú samfélagið búið að uppgötva það og þeir fundi sem átti að vera í vor og haust færðir allir á hausti. Það hefur því verið nokkuð mikið að gera á hennum ýmsu fundum undanfarið. Ég sat aðalfund hjá samtökum sjávarútvegsfélaga. Þar var hefðbundin aðalfundarstörf en ég bauð mig þar fram í stjórn samtakanna, enda mikilvægt að samsetning stjórnar endurspegli samsetningu sjávarútvegssveitarfélaga í landinu. Stjórnarfundur var haldinn í Náttúrustofu Suðausturlands en langt síðan við fundum síðast. Þar var farið yfir verkefnastöðu, fjárhagsáætlun næsta árs og fleira. Ég sat aðalfund haust í fjarfundi ásamt Gunnhildi Ýmsland sem situr í stjórn þess, en fundurinn var haldinn á Borgarfirði eystra. Síðastliðinn föstudag var haldin ráðstefna á vegum FAS, Ríki Vatnajökuls og Rannsóknaseturs HÍ á Hornafirði, en þessar stofnanir tóku þátt í verkefninu Advent. En verkefnið var styrkt af menntaáætlun Evrópusambandsins Erasmus+, en í Advent unnið að því að þróa þverfaglegt samstarf milli menntastofnana sem sinna starfsmenntun og þjálfun, rannsóknastofnana og starfandi aðila í afþreyinga ferðaþjónustu við að þróa námspakka sem nýtist greininni. Ráðstefnan var mjög áhugaverð og býður upp á tækifæri til að efla enn frekar samstarf þessara aðila hér á Hornafirði. Hægt að lesa sér til verkefnið á heimasíðu þess og tengill hér í þessu skjali. Meira var það ekki, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Mathildur. Og þá ætlum við að gera smá nýbreytni. Nú slítur við fundist aðeins að fresta fundi og fara yfir fundagerð. Fundagerð verður send út í tölvupósti til bæjarfulltrúa og kemur á vefinn þegar búið að fara yfir hana. En upptakan verður aðgengileg fyrir alla að horfa á. Þakka ykkur fyrir fundin í dag og slít fundin.